til að þú varst með í þessu móti? Ég komst ekki inn í Belgíu og Challenge Tournum, en ég er náttúrulega ekki í miklu keppnisformi, búinn að vera að spila í eitt mót bara síðan í desember. Þannig að mér langaði bara að skerpa á einbeitingunni og komast í svona keppni. Þannig að þess vegna skráði ég mig. Og hvað er síðan framöndan hjá þér? Næstu viku er líklega Tenerife. Ég er reyndar ennþá á varalista en er svona eitthvað 10. núna, þannig að mjög líklegt. Svo Austurríki eftir það, þannig að næstu 2 vikur verða busy. Hvað ertu með mikinn þátttökurétt á áskorenda mótaröðinni? Þetta er svona 70–80% og það sem gerist núna er að stóru mótin í Evrópu er að koma og þeir sem náðu kortinu á Evrópumótaröðinni gennum úrtökumótin í fyrra og Challenge Tourin, þeir eru ekki að fá inn í þau og þeir taka og hoppa yfir í Challenge Tourin og þá dettum við út sem eru svona ámar. Þar næstu á eftir? Já, segjum það. Hvernig ertu búinn að vera að æfa í vetur? Já, ég er búinn að vera duglegur að vinna í veikleikunum og bara reyna að bæta stuttarspilið og púktinn sérstaklega. Og svo bara reyna að halda sér í formi. Ég er náttúrulega búinn að vera að vinna líka eins og kenna og gera það með og tók ekki þá ákvörðun að fara út neitt í vetur að spila í einhverjum mótum. Þannig að nýta tímann á Challenge Tournum í sumar. Þannig að þú stefnir að því að ná sem bestum árangri á Challenge mótaröðinni í sumar og freista þess að ná kortinu aftur? Alveg klárlega. Ég er náttúrulega, þegar maður er að dansa á þessari línu á Challenge Tour og Evrópu Tour og þá náttúrulega verður maður að halda áfram og vera með og ég er staðráðinn í því og eftir þessi erfiðu ár fyrir nokkrum árum að koma aftur. Síðasta ára þá tók ég eitt skref upp á við, þannig að maður líta jákvætt og svo að vonbrigði hafi verið qualifying og það. En jafnt og þétt finnst mér að vera að bæta mig og ég þurfti nánast að hugsa allt frá byrjun eftir meiðslin, þannig að mér finnst ég líður mjög vel yfir geiminu núna, þannig að ég ætla með stóra hluti. Maður spyr þig svona, Birgir, hvernig í rauninni gengur þér að lifa við þessa óvissu í rauninni sem að fylgir því að vera atvinnumaður í golfi? Það getur tekið stundum á. Það er náttúrulega oft erfitt að fara á stað og geta ekki verið með hreint skipulag og oft að detta í mótin á síðustu stundu og svona. En þetta er bara svo ótrúlega gaman. Ég er alveg elskið það og mér finnst ég alltaf vera að eiga svo mikið inni og bæta mig og mér finnst ég eftir meiðslin sérstaklega veit ég nánast hvað var að hrjá mig mikið, bæði í sveiflunu og því, þannig að mér finnst ég vera að átta mig betur og betur á þessu. Og svo er bara gaman að líka gefa tilbaka og vera, hjálpa til vonandi við framtíðinni, hún er björt hjá okkur og mér finnst ég að mikið inni. Hvernig gengur að ná svona tekjum? Ég er náttúrulega eins og ég segi, síðustu ár hef ég bara verið að kenna mikið og vinna fyrir klúbbinn og þannig að ég er svo sem þannig ekki búinn að vera atvinnumaður eins og gengur og gerist í 100%. Ég er svona tek tarnir og hopp inn í það en núna ætla ég að fókusa alveg á spila og æfa og vera minna í hinn. Ef þú stendur vel á Challenge mótaröðinni, áskorenda mótaröðinni, þá eru svona einhverjar þokkalegar tekjur ef þú ert svona þokkalega ofalega? Já, það er náttúrulega aðalmáli að komast í mótin og geta verið með þannig bakhjarla að maður komist á staðinn og þá náttúrulega bara er þetta upp á þér komið hvað þú hefur í laun og annað. Og auðvitað toppsæting gefa mest og það snýst svolítið það á Challenge Tournum að eiga svona kannski 2–3 góða vikur, svona svolítið rönn og þannig gerist þau á flestum. Þeir eru ekkert mjög stöðir, þeir eiga kannski sína 2–3 góða vikur, vinna 1 og svo topp 3 og þá eru þeir komnir upp og svo hitt bara svona average. Þannig að við þurfum að fá eitt svoleiðis og þess að ég er yfirleitt að ná köttunum og vera þokkalega inn í geminni, þarf að klára eitt mót með stæl og helst vinna það. Stefnir á því að vera með á Íslandsmótinu í Höglæk í sumar? Já, ef ég verði ekki í English Open, það er á Challenge Tournum, þá er klárt mál að ég verði með, það er rosa skemmtilegt mót. Finnst þér vera mikil framför hjá íslenskum kylfingum? Já, bara ótrúlegt sko. Ég er bara, náttúrulega, ef maður lítur tilbaka bara þegar ég var ungur, þá var náttúrulega ekki varla til æfingasvæði sko. Og við
við bara spiluðum og þanniglega engin þjálfun eða neitt sko, hann er markviss. Núna er bara allir klúbbar orðnir rosalega flottir, golfsambandið er búið að bæta sig stöðugt og fylgja eftir og nú þurfum við bara samt alltaf að vera á tánum og taka næstu og næstu skref fyrir ef að menn vilja gerast atvinnumenn þá finnst mann að það sé haldið vel um það líka.